Jæja, gott kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomnir í þessa útsendingu af GTS Iceland Tier 1 strími. Ég heiti Daniel Rúnar Jónasson, með mér er hann Birgir Júlíusson. Blessaður Birgir. Góða kvöldi. A.k.a. Thugger G400 sem sjáum núna vera að þjóta Skemma, já, ég var nú á fjólblóðan tíma ef ég á að segja sér. Nei, ég var að tökja. Já. Blessaður, Getum ekki sagt það. Þú er eitthvað í Tier 1 ökuminn, þú er bara eitthvað Tier 2 ökumaður, láttu ekki svona. Ég er bara einhver trial demo guy. Já, nákvæmlega. Nei, hér erum við að fylgjast með Tier 1 fara að keppa á Fittipaldi bílnum, EF7. Þetta er í rauninni, það var upprunalega fictional bíl sem að Gran Turismo hannaði og fór síðan vist í framleiðslu. Það er held ég eini svona Gran Turismo Vision bílinn sem að fór í framleiðslu með skjallastikki og voru búin til eitthvað jafnmörg eintök af þessum bíl og að Fittipaldi vann eitthvað race. Ég er ekkert alveg bestur af mér í þessu, Guffi veit allt um þetta, hann var eitthvað útskýrt þetta fyrir mér áðan. En hérna sjáum við að Bigga vera þjótum brautina á Dragon Trail Seaside sem er einmitt líka fictional braut sem braut er ekki til í alvörinni. En hvernig er svona að keyra þennan bíl svona eftir að hafa tekið þátt í Tier 2 í gær á GT3 bílum? Það er mjög fínt, hann er ekkert allt of sleipur. Það er mjög þægilt að stjórna þessu bíl. Það er eitt ef að fólk er að horfa á. Það er þessi hérna beygja, fólk verður að passa sig á henni. Þegar þú fer aðeins utan í, þá þú leiks. Já. Þessi bíl, það er mjög gaman að keyra hann. Já, ég segi að Jónas og Hilmar eru komnir á spjallið, góða kvöldistrákar. Hilmar er strax með spurningu, þannig spyrði Biggi, ert þú með stýri? Nei, ég er með stýripinna. Já, er það ekki bara betri eða lengri útgáfa af stýri? Ég var svona aðeins þægilegri flexible. Já. Þeir eru upp í rúmi að hafa það næs. Já, nákvæmlega. Já, Sigurður Hreggviðsson segir hérna að það eru 39 Fittipaldi EF7 sem hún er framleiddir. Og þá væntanlega vann hann Fittipaldi í einhverja keppni í 39 sinnum. Hvað er þetta að gera, Biggi? Ég er bara eitthvað, ég var gátt að það virki ekki off-road. En það er mjög lett að stjórna þessu bíl. Já. Hún er ekki að skemma fyrir ykkurum. Hann er ekkert allt og gróður á dekkin líka. Það er spurning hvort þau sjáum ekki bara eitt pitstop hjá strákunum í kvöld. Já, það er spurning. Þetta eru náttúrulega 34 hringir, þannig að þeir eru með 5 sinnum dekkjaeyðslu. Já. Þannig að ef Það við... lítur alveg út fyrir að sé pitt, sko. Já, það verður pottitt pitt, bara hversu mörg, sko. Ef það er eitt stopp, þá erum við að fara að sjá alla pitta hérna í kringum... Hvað er ég að segja? 34 deilt með 2, það eru 17. Já, 17 til 20 myndi ég skjóta. Já. Séu að tjekka það. Við ætlum að reyna að ná fjólubláðan hringina. Bara heilum fjólubláðan hring. Já, látum reyna það. Það er ekki nema en heil sekúnda eða meira sem ég er að ná. Sko hvað ég get hérna. Spennandi stöff, maður. Hvenær er fyrsti sektorinn? Það er svolítið, já. Þetta er ónundur yngur. Það þýpir eitt. Það er bara að drifta. Já. Það er keyra menn út af. Já. Eins og sjálf mig. Vel gert. Herri, ég snert ekki neitt. Jæja, ef við ekki að kíkja hans yfir hérna. Kíkjum aðeins á hérna. Já, ég segi að Kári er í pittinum hérna. Hann er sigur stránglegastur hérna. Hann bara virðist ekki kunna annað en að sigra keppnirnar. Það er eitthvað rosalegur, sko. Eitthvað í gangi ef hann er ekki í fyrsta sæti einhverjum 20 sekúnda undan. Já. Svo er það náttúrulega hann hérna Jóna er krakt upp, hann er alveg up and coming ökumaður, sko, svakalegur.
ekki neitt smá, maður. Held að hann sá Hann sko að sigra heiminn. Já, ég held að hann hafi bara verið með eitt besta comeback bara í sögu GTS Iceland, jafnvel bara í sögu kappaksturs. Frá upphafi tíma, sko. Rosalegt. Það sem gerðist í seinustu keppni fyrir þá sem viti ekki að hann náði ekki að qualifya vegna tengingavandamála, datt út úr lobbyinu. Þurfti þar leiðandi að byrja seinastur og náði síðan að vinna sig upp í pódium. Það er mjög gott, sko. Já, mér finnst það. Ég náði sko í gær á þessari braut og tókst mér að qualifya 7. og vinna mig alveg upp í 10. sæti. Já, sama ég byrjaði 4. og ég náði að vinna mig upp í, held ég, hvað er ekki, 7, 8. eða eitthvað sluðis. Og endaði í 7. Endaði í 7. Já, ég náði ekki að vinna mig niður of mikið. En það er bara svona. Þessi braut náttúrulega er með hérna vinsælu beygju Death Chicane. Ég kann ekki íslenska orðið fyrir chicane, ef að einhver kann það, má náttúrulega endilega segja mér það hérna í spjallinu. Bara kalla þetta, ég veit ekki hvað ég að segja, Borgarholtsskóla bílaplanið. Já, það er svoleiðis. Eitthvað slíkt. Það er alveg að svipa mikið að slísum á þessu stað þarna á Borgarholt, skilst mér. Já, það er fólk að koma hérna á 200 á Borgarholtsplanið og klassa veggi eða? Það er alveg skef, held ég, sko. Nei, ég er bara að ljúga. Já. En já, við erum með flotta ökumenn hérna og spurning hvað þeir ætla að sína okkur mikið í kvöld, út af því að ég held, sko, að þessi braut gæti látið þetta flexa allt, sko. Já, þessi braut nefnilega, það þarf svo rosalega lítið til í þessu Death Chicane sem fylgjast með honum Halla hérna, hann er alveg að fara í gegnum þetta, bara beint á eftir honum Guffa. Hérna kemur sko eitt chicane, svo kemur næsta chicane og þarna er dauðinn, sko. Það er bara að þú ert að keyra í gegnum þessa beygju á 200 km hraða og ef þú klikkar aðeins á að beygja, þá ertu bara að fara inn á vegg á 200 km hraða, sko. Ef þú beygir of snemma, þá ferðu utan í fyrsta vegginn og hann skýtur þér á hægri vegginn. Já, og í þessum keppnum þá erum við með sko heavy damage, sem þýðir ef þú klessir á hana vegg þá ertu komið með skemmda vél, skemmdan bíl, þú verður að klára hringinn og síðan fara í alveg ekstra langt pitstop til þess að komast í gegnum þetta, til þess að halda áfram og fá bílinn í lag. Já, svo náttúrulega eins og þú sagði, ekstra langt að brauta þig. Ef þú horfir aðeins á mig, ég skal taka hérna sýnidæmi fyrir fólkið. Já, býttu, ég ætla aðeins að hleypa fólkið fram á mér hérna. Ég skemmt ekki fyrir neinum. Já, það eru tveir að koma að það segja. Ok, maður sá, við erum með sýnidæmi hérna. Sko, ef þú beygir of snemma, bara halda í botni allan tímann. Þetta er svona, sko. Já. Það er ekki gott. Þú skemmtir nú samt ekki vélina í þér, ég bjóst nú við meiri skemmtum með þetta. Vélina náttúrulega aftur í því, þannig að þegar þú byrjar að keyra hægt og rólega, þá keyrir ykkur aftan á þig og þá þetta var mér ennþá lengur búið. Já. En vákvað samt. Svona lítið damage gerir mikið á bílinn. Já, þessi bíll er náttúrulega mjög mikil downforce bíll, þannig að ef við leiðum skemmi downforce og dekkin og eitthvað, þá var ekki þetta stjórnunum. Áttu leik, sko. Ég held eins og okkur í gær, þá lettum við að annað og þriðja sætið klestist háður á þetta. Já, já. Þá var það bara, spytum við að komið flott bílarn á milli upp í hinn. Þetta er rosalega skemmtileg braut, finnst mér. Hún er mjög lífleg, hún er björt, skemmtilegt útsýni. Já, ég vildi ég geti tekið undir með þér. Ég er ekkert mjög hrifinn af þessari braut. Já, hún er rosalega, hún er tæknileg, sko, en
Já, ég Hún er skemmtileg finnst mér. Ég svo einfaldur gaur, sko, að ég vill líka tækni, sko. Verður til í NASCAR bara, beint áfram og beygja. Já, sæll, viltu bara að kalla þetta gott í kvöld? Nei, ég segi svona. Já, það er núna rétt tæpar 5 mínútur í tímatöku. Hann reyndar Guffi var búinn að tala að einhver myndi vera sein. Já, Guðmundur, hann er kominn. Hann er kominn, það er bara fullt lobby aftur. 14 keppendur. Þetta líst mér vel á. Skúli með besta tíman af þeim sem eru ekki í pittinum, en ég sé að Þorsteinn Rabufann sem er besta tíman overall, fastest laps allan að sé frá því að ég kom í lobbyið. Hann er ennþá með besta tíman. Hérna sjáum við Skúla æfa sig á grid startinu, en það er grid start með false check, eða false start check. Nice. Það er 4 mínútur í grid startið. Nei, í qualifying. Já, djók. Það eru 20 mínútur, myndi ég giska á. Ekki 15 mínútur qualifying. 15 eða 20, ég man ekki alveg hvort það er. Þetta bara byrjar þegar þetta byrjar og ég fylgist með. Þetta byrjar, já. Ég ætla að reyna að koma mér út af áðan að vera of seint. Já, þú er næðan tíma til þess. Vestafallið, þá bara keyri ég með þeim. Ég er safety carinn. Það er bara hvorugur Gazoo Racing mannana inn á akkurat núna. Jú, þetta, Hannes. Valdimar líka sýndist mér. Já, en hann er ekki inn á brautið þannig að. Já, ekki inn á braut, nei. Nei, mér langaði bara til að sjá Toyota liveryið á Fittipaldi bílum. Já. Við getum bara ímyndað okkur að þessi bíl sé powered by Toyota. Toyota America hérna. Ég er að horfa núna, ég er aðeins upp á brautakerfina. Þetta eru cirka 16,7 hringir þetta eru 17 hringir sem þeir fara á eldsneytinu. Þannig að þeir þurfa að konsumera pitta. Já, heldur að dekkin verði ekki orðin slitinn fyrir það? Jú, svona í fljótu bragði þá held ég það, sko. Já. Jæja, þá er mínúta í tímatökur. Spurningum að þú farir að koma þér út af. Þú ætlar ekki að taka þátt. Ég er að klára hringinn, ég hef akkurat mínútu. Nei! Ég var að fara að rústa tímanum mínum. Já, beint á Dessigin. Jæja. Þá er klukkan orðin. Þá ætti að vera komin tími á tímatöku. Fyrir Guffi væntanlega að fara að setja það að stað. Hvaða hverju? Á spurning hvernig við ætlum að hafa skrána okkar í kvöld. Er það Kári? Já, giskið meinar. Hannes... Já, ég er svona spæða. Ég er spæða að segja bara Þorsteinn Kári Hansson. Hannes, nei. Já, að gera það.
Já, ég veit ekki hvað skal segja. Það verðist ekki verið að skipta neinu máli hvað ég giska, það er aldrei rétt. Já. Já, Guffi er búinn að setja góða á þetta. Já, ég ætla nú samt að giska á... Ég ætla að segja Kári, Jónægir og Halli. Ok. Jæja, ætli þeir lendi í pitglits? Nei, ég varst það. Aldrei að vita. Allir smurtu út. Ekki allir varnir út. Það er einn eftir hérna inn í pit. Það er Valdimar, Halli enda eftir. Hann er kannski að taka þér rólega. Hann er ekkert að stressa sig, kallinn. Ný. Enda það er þessu ekkert. Hann er bara í fyrsta sæti, þrátt fyrir að vera ennþá inn í pit. Það ekki bara skruppið hans frá. Jú, það má. Svo lengi sem hann er kominn og nær að taka tíma. Já. Hann er sérna með auða braut bara allra fyrstur út í pitinu. Já, hann er, ok. Hann er kominn út. Jæja. Hann hefur verið að klára að kóta eitthvað bíl, sennilega. Það er ekkert spennandi, það er enginn að klessa á vegginn hérna. Ég er akkurat að fylgjast með því. Skeir er ekkert eitthvað að stressa sig á þessu keini hérna. Hann er bara að búa til bíl. Hafa auða braut. Töff lítur samt á Skúla og Skúla og Halla. Svona satin bronseinlutin. Þetta er autosenti liturinn, appelsínugulur. Þetta er... Já. Það fyrir nú að sjá fyrstu tíman að fara að detta í hús. Hann er sérna komin meiri utan af fyrsta tímaðarhringnum. Ég er aðeins að fylgjast hérna með... Við erum eiginlega með 50-50 hver er með spólurinn og ekki með spólurinn. Já. Það er sennilega upp á dekkjaðisluna, myndi ég skjóta á. Já, að vera með spólurinn í einum, það er ekkert að kosta þér neitt mikinn tíma, en ég er bara eiginlega engan tíma. Nei, þú ert að ná svo miklu gripi líka út úr beigjónum með að hafa spólurinn á. Já. Hannes kom með sinn tíma. Jæja. Já, bara Jóna er farin strax í pitinn. Já. Já, hann er með skemmd á bílum, hann hefur klest á vegginn. Desi Kane strax byrjaði að taka sitt. Þorsteinn kom með besta tíma, Kári á undan honum. Herru, Æsmann og Guff, nei, Kári og Æsmann hérna. Já, ok, Kári gaf undan. Skúli kom með besta tíma. Skúli maður, vel gert. Halli er á fjólbláum sektor. Hvað er Halli? Mjög góðum fjólbláum sektor. Já, alveg rennur líka í gegnum Desi Kane án vandra. Já, ég tók eftir hann að bremsa þig samt. Kannski rétt yflað á bremsuna.
Þetta dugði, Já, vel gert. vá. Líka bara 0,4 sko. Herru, Hei, heyrðu. Skúli spinnaði maður. Það var nú bara, Öðru seti. 360. Já. Guffi hérna eftir Death Check henni fór aðeins utan í vegginn eftir það sko. Kári klím í gegn. Gummi alveg á ferðinni hérna fram úr. Halli er aftur á fjólubláum tíma. Heyrðu, það tekst engum að komast nálægt honum Halla. Skúli með skemmtan afturenda að fara í pittinn. Þess að hvar er hann Jónæir? Já, hann er hérna. Hann er væntanlega byrjaður á næsta hring núna. Já. Seinasti var Halli er að klára hring nummer 2 á sér. Sá ég Guffa þarna. Já, hann er hérna eitthvað í mölinni. Ég ætla að fylgjast með hérna Jónæir. Já. Ég vil sjá hann gera góða hluti hérna í kvöld. Halli er að slá tímanum út. Sigraði hjörtu Í landsmanna. 0,74. Nei. Það er þetta í veginn. Já, fekk skemmt á sig aftur maður. Andskot. Guffi? Nei, hann Nei, Jónæir. Jónæir. Hröðu beygir dauðans. Kári. Já, Kári bætti tímanu er samt 0,2 eftir Halla. Já. Hannes er ekki á góðum tíma. Kom Skúli á átlapp. Kári er á sínum besta sektor núna. Spurning hvort hann geti náð í smá slipstream frá Jón Valdimars og bætt tíma sinn við það. Já. Án þess að tefjast á því að vera fyrir aftan hann. Nei, vá. Wow. Halli bara að setja hérna. Heldur hann að vera að lóta inn einhverju cheati þarna í pittinu á hann? Já, það er eitthvað maður. Hann hefur verið að safna í hérna noskútin. Þú eru að horfa á hlýðin hérna, hann var að bæta sinni eigin tíma en hann fór ekki í chicane en einhvern veginn mista bílinn. Já, ok. Já, hann er satt með skemmt á bílum. Já. Hleypir fram úr. Gæti verið hann að vera eitthvað laggaði sko. Jóna er náttúrulega á átlapp núna. Það er Kárin í pittinu og í ný dekk. Fleiri að ná í ný dekk segja, Guffi er inn í pittinum og Hlynur líka. Já, ætli Jónæi takist að setja góðan tíma þennan ring? Það er spurning. Ég sé að Kessi er að bæta sinni eigin tíma. Fyrst aðeins beðuna. Góða hvað gerist. Já, vá, líka 2,8 sekúndur. Já, hraðstíma hans var samt á hann 1.39. Hraðstíma loppinn 1.34. Það Það er búin að lenda í svolítið vesinni. er alveg stutt á milli þeirra hérna.
eiginlega þau fara upp í 7. sæti til að fara yfir sekundu frá fyrsta tíma. Besta tímanum. Já. Hver Fyrir var 11, Valdimar Matt, hann snýr öfugt. Já. Þetta ekki... Já, hann kannski að hleypa fram úr sér bara, sko útsýni. Þú varst nú að tala um að það væri flott útsýni á þessari braut. Það er mjög flott útsýni nefnilega. Herri, Já, jæja. Jóna er þetta. Jóna er komin á hröðu beygju dauðans. Hann hefur slegið vel á, hann náði í gegnum þetta núna, þannig að núna ætti hann að fara að setja einhvern tíma. Besta tíma sinn, já. Og hvað maður gerir? Já, þetta er alltaf lagi í tími. Þetta er 7. sæti. 7. sæti. Það er skömminni skára heldur en 13. Guffi hérna með dæmis að framann. 13. Hann er í pittunum. Býtu, akkur eru við ekki með 14 keppendur? Við vorum 14, það voru 14 inn á. Það að ég var inni, Já, þú varst inni, auðvitað. Já, þannig að það vantar einhvern í kvöld. Já, Skúli var að setja sin eigin besta tíma í 4. sæti. Já. Þetta er samt alveg rosalegt að sjá þetta, bara að vera sko Halli er hálfur í sekundu á undan næst besta tímanum. Það er bara, Það er svakalegt. Svakalegu munur, sko. Í raun og veru er þetta 8. sæti til þess að vera skilur úr öðru sæti í raun og veru. Því að svo langt á milli Halla og Kára, sko. Og hann er ennþá að setja fjólubláðan sektor. Já, Þú segin. ekki alveg að bæta tíma sinn núna. Hlinu vel gert, maður. Já, sæll komin í annað sæti. Nice. Geggja lifir á bílum hans. Flass og Supergirl bara komin hérna Í Dirt 2. í annað sæti í tímatökum. Þetta er rosalega fallegt lifir í honum. Já. Þetta er alveg mjög smekklegt, sko. Skúli í pitt, er hann með skemmtir? Æ, ég sá það ekki. Ég missti akkur þetta líka. Sástu hvort hann hafi verið á, hvernig tíma hann hafi verið á hann Linur? Meinarðu núna, eða? Nei, ég sá það ekki. Já. En ég sá að hann fór aðeins út á, þannig að ég hugsa að þetta sé ekki, ekki bæting akkurat núna, sko. Nei, alveg 2 sekúndur. Já. Kári... Já, 0,2. Vá, Hann er að bæta tíma sinn. Ég veit alveg hvað Kári getur. Já. Kári var rosalega seinna á gjöfina, hann var samt bara 0,5 frá besta tímanum sínum. Þorsteinn komin upp í besta 5. tíman á hann. Já, hann með besta tíman á hann. Tímatökum. Ekki alveg að finna sér núna. Já, veistu, jú. 1.34.8, er það ekki tíminn sem hann setti á hann sem var besta tíminn hans? Það er ekki viss. Kári komst aðeins nær Hlyn hérna, en er ennþá í 3. sæti. Og Halli bara heldur sínu í 1. sæti, eins og er. En hún ætti að vera að detta inn í seinasta tímatökuringin. Spurning með Skúla hérna, hann er beint á baku og hann Guffa. Breyst ekki bara klára alla. Já, hvort það náði sliktríminu. Já. Flott beygja. Smá sideways.
Því miður. Hannes var að taka þetta annað sætið ánum hlinn. Vel gert. Sýnist GT Iceman ekki vera að ná einum auka hring. Hann er ennþá á fjólubláum sektor, sýnist mér hann Halli. Hann er að koma inn í... Nei, hann er ekki á fjólubláum sektor. Guffi er á fjólubláum sektor, bara svo vitur það. Já, sæl. Veist ég smá gjöfun á það. En hann slá sinn tíma 0,4 sekúndur. Það er rosalegt. Ef hann er að halda því gegnum chicane þá nær hann... Tæpur maður. Já. En ég er hættur að við munum alveg sjá 1.33 í kvöld. 1.34. Já, þú heldur að það sé hægt? Já, þeir eru allir með hálfa tank cirka núna. Ég held að það sé mjög hratt nefnilega. Allavega Guffi upp í, misti það. Já, Skúli bætti sig. Sáðu hver það var sem að... Það var Skúli, já, hann bætti sig strax eftir. Já, ok, vel gert. Team Autosetti, fyrst á annar. Já, sætt. Gert. Það var einu sem náði að jafna Halla. Það var spurning hvort að Hannes sé að ná að bæta sig eða ekki. Hlynur er búinn. Nei, mér sýnist ekki. Það kemur eftir að ferða á hann. Það kemur svona vinstra megin við tíman. Hann gott grænt eða fjólblótt. Já, já. Hann náði ekki að bæta sig þarna. Eru þá allir búnir eða? En heldur samt þriðja. Þetta er Þorsteinn, hann er eftir að klára. Gummi líka. Missi bíluna það aðeins. Já, hann bara fer inn í pittin. Það er að klára seinasta hringin á pittinum. Style points. Halli Skúli Hansson. Þetta er... Ég mjög að sjá Hlyn hérna uppi aftur. Já, þetta er bara sko, þetta eru tíðindi að Kári er ekki í topp 3 starti, sko. Já. Kári er í 5. sko. Jæja, hvað gerist þá? Já, let's go. Þetta var Kári náða 5. Halli er ekki nógu snöggur stað. Já, breytist eitthvað staðan hann í byrjun. Vá, þetta verður spennandi. Þetta er bara, tím... Hannes komin í 3. Hlynur í 4. Nei, þetta er bara eins og ósaða bílið með það. Skúli bara að stinga þar. Guffi að taka fram á Þorsteini. Nei, náði ekki. Ok, þá erum við Skúli, Halli, Hannes. Kári, vel gert, vel gert. Ég er bara orðið spenntur fyrir að sjá hvernig hröðu beygir dauðans koma út Já. á þessum hring hérna. Chicane verður eitthvað sko. Með alla þessa bílaflóru þarna. Jess og Gummi er hérna að liðlega. En fókusa þú bara á toppinn, ég læti vita þegar ég sé eitthvað klessu. Já, ég ætla að ég ætla að skipta á milli þeirra þegar þeir fara í gegnum chicaneið, sko. Þorsteinn og Hlynur hlið við hlið. Þorsteinn gaf honum sens, ok. Tæpir. Hannes með missa Hlyn fram á sér. Og Þorsteinn. Já, það fóru allir í gegnum þetta án vandræða. Vel gert. Þetta var ekkert spennandi. Nei, Hannes er þetta dottið niður í 7. Hann náði að defenda það. Hann er ekki að defenda það. Hann var Þorsteinn yfir hlið í hlið, sko. Það verður spennandi í þessu helgi. Fylgist með þeim. Ég er að það núna, sko. Þetta eru 5., 7. og 7. Þeir eru 3 white hérna fyrstu beygju. Hannes fór úr 3. í 7. Einulega, með damage á bílnum. Já, það vantar. Fæk damage þegar hann fór í þarna chicaneið, snerti vegginn.
Það er alltaf að Var gera ekki seinna að demsa Guffa? Bíddu, hold up. Guffi var mjög ofalega þetta á hann. Herri, já, hann er í 12. sæti. 1.48, 1.48. Þeir fóru samt allir 1.48 nema náttúrulega Skúli fór 1.42. Já, Skúli bara er að stinga alla af hérna, sko. Og Halli þar eftir, það er bara Team Autocenter að leiða þessa keppni akkurat eins og er. Já. Hlynur er komin í strímið hérna að stippið á hann Kára. Vá, Kári var tæpur þarna á sig í keininu með þér. Hlynur náði svaka flottu exiti. Sluppu að þér. Ói, Skúli misti beiguna á maður. Herri, þá er komið bara orðið slagsmálu 1. sæti strax bara. Já. Guffi fann í pit. Já, að gera það best að losna við skemmtinn sem fyrst, sko. Já. Hann er tæpur út af maður. Kári er ekkert að slá nýtt af, sko. Nei. Ég get ekki breytt sjónarhorn. Já, þú verður að fara út og aftur í. Já, ég ætla bara ekki að gera það núna. Skúli heldur sínu sæti þetta. En það er bara... Það er maður... Team Autocenter ætla að láta... Þeir ætla sjálfur að vinna sin eigin pakka, sko. Heipur hann með þér. Þeir ætla ekki að bóna bílun að Kára, sko. Það er alveg bóna. Hörru, Hlynur aftan á Kára á með þér, ekkert damage á neinum. Ja. Kári tæpur inn í chicane með þér. Ok. Nei, Halli klessur á vegginn. Ekki damage sem betur fyrir, missi Kára fram á sér. Nei, missi Kára fram á sér, Kári komin upp í annað sæti. Og sýnist hérna Hlynur vera að missa Þorstein fram á sér líka. Hlynur komin í 5. sæti. Já. Þorstein er betri, nei hann náði ekki. Skúli bara komin úr slipsinn reyns og allt, sko. Hann er bara að stingað af, sko. Halli út allt, maður. Hann missi líka Þorstein fram á sér. Hann er komin í 4. sæti. Nei, hvað? Og Hlynur hérna fer vítt í beina. Já, Þorstein náði Jóna slæta sig þarna inn. Komin niður í 7. sæti. Hann er strax á eftir honum. Hann svo er að vinna sig upp. Vá, hvað þetta er geggja reis. Hörru, Guffi út á aftur maður. Og bara 12-13. sæti. Æ. Hann er 20 sekúndur frá síðasta sæti, eða næst síðasta sæti. Það er ekki búið að vera gott reis hjá honum Guffa. Nei, aftur út af. Já. Spinnar. Það fylgjaðist með toppbaráttunni hérna. Kári er búinn að sækja aðeins á hann Skúla. Hann er samt á besta tímanum sínum. Tvísar út á. Herru. Nei, Halli maður, Halli klikkar á chicaninu, komin niður í 7. sæti með skemmt framan á bílum. Herru, Hlynur er líka með skemmt framan og aftan. Já, hann er komin í 9. sæti. Vá, það er Það bara... er að missa GT Iceman fram á sér líka. Það er allt að gerast í þessari keppni hérna. Hann stoppar. Hver stoppar? Drýr inn í pit. Hlynur. Hlynur, Guffi og Jón Valdimars inn í pit. Kári komin í 1. sæti. Vá, ég misti það í öllum þessum hasagangi aðan, sko. Já, Halli er í pittunum, Iceman er í pittunum og Hlynur er í pittunum. En Skúli er beint á aftan. Já, en er bara við það að fara að missa Þorstein fram úr sér. Já. Lilla reisið maður. Þorstein á fjólbáðan hringur.
Þorsteinn er kominn, Þorsteinn er með það. Já. Skúli kominn í 3. sæti, hann bara leiddi þessa keppni ekkert smá vel. Herru, Þorsteinn, 3. Ok, Skúli gaf fram og Já, það var ekki annað hægt, sko. Nei. Þú getur ekki farið two-wide inn í þetta, Nei, inn í þessar hröðu beygjur dauðans. Hann er sér botni hérna í gegnum þessa beygjur hérna. Halli úr fyrsta niður í 10. Vá. Já, þetta er þessi braut, sko. Hún getur svo stútað fyrir manni. Herru, Driftar á hann þetta. er driftar hérna með Hlynur Dofta, hann er með það. Þú fyrir byndu bak við hann. Já, Hlynur var bara, þú veist, hann var með annan besta tíma í tímatöku og hann getur bara rétt í seinasta ringnum og er núna komin í 12. sæti. Þetta er bara, þessi braut, það getur allt gerst hérna, sko. Já. Svo sannarlega, sko. Kári hérna búinn að slíta sig vel frá hann. Já, með góðan fjólubláan sektor, fyrsta sektor. Þessi braut snýst rosalega mikið það bara að survive, sko. Já, það er bara, það er eiginlega eina sem skiptir máli hérna, sko. Svona næstu. Já, svona, já, næstu. En svo getur þetta allt breyst, sko, þannig að ég hef alveg síðan Kára missa bílinn einu sinni eða tvisvar, sko. Já, ég kallaði það út fyrirfram. Já. Og þetta þannig. Sem Aldrei veit að- hann eitthvað getur skíða Jó. næsta leppi. Nei, við lendir hann á veggnum hann hérna Skúli þarna eða ég sá ekki hvort hann lendi á veggnum eða ekki. Nei, ég sá það ekki heldur. Halli er á 4,5 tíma. Nei, hann er ekki á 4,5 tíma, hann var á 4,5 tíma. Get ég æsmann beint á bakvið? Já, hann Jóna er hérna líka að sækja svolítið á Skúla. Guffi tæpur, damage, engine damage. Nei! Jú, Hvað gert hann fór í aftan á vegginn, hann fór í vinstri vegginn. Já, Eftir já. chicaneið fór í vinstri vegginn. Það er nú óheppilegt. Herru, og meðan það er ekkert svona alltaf verið að vitlaust þetta, ætla ég að fara aðeins út og inn áttur. Já. Sjá hvort ég get ekki skipt um sjónur núna. Það er ekkert afturglögg í þessum bíl. Maður fer bara á stöðar og maður kíkir bakur sig. Þú getur keyrt á húttuna og svo eru flottan spoiler bak við því. Já, það er fínt. Jóna er hérna, sækir vel á Skúla. Fylgjumst aðeins með Jóna hérna. Hann er á fjólubláum sektor. Á 3. sektor. Flott og clean í honum. Hannes fór í vegginn. Damage framan og aftan, 5. sæti. Der. Já, fylgjast með Jóna hérna. Hann er samt ekkert að ná, veist, hann er að svona bilið er að minnka og stækka, sko. Já. Þið kannski keyra brautina öðru í sig bara. Já, pottið eitthvað svoleiðis. Hannes hefur ákveðið að fara ekki í pitinn þrátt fyrir skemmdirnar og missir þar að leiðandi skeira fram úr sér. Já. En tekur síðan aftur fram úr hún skeira, þannig að... Fyrir nú á flottina. Hann nær ekki... Skemmist ekki topspeedi líka að hluta til út af þessu damage-i? Jú, það náttúrulega breytist downforceið. Já. Það virðist ekki vera að hrjá hann eins og það er. Í þessum beygjum þáttu mikið downforce, sko. Já, Hey, heyrðu, Hlynur bíddu, farinn. Hlynur farinn.
Herru, chicane, let's go. Kári Þetta er Klingberg, orðið- Þorsteinn, Þetta er orðið fæt hérna milli 5. og 7. sæti bara í síkerinu sko. Já, Wow. Skeir er ekkert að slá af. Nei, hann er að reyna að ná Hannesi sko. Ég tek eftir þið bremsa allir í chicane, það er ekki skjátt annað hvernig klessu ekki á það. Já, Þannig sé. já. Ég náði alveg á hann að slá bara af bílnum, ekki bremsa neitt. Og það renna bara í gegn. Hannes heldur áfram, hann ætlar ekki að fara í pittin út að laga skemmtirnar hjá sér. Nei. Það kostar náttúrulega svo mikið og þegar hann er svona hátt uppi þá klárar hann bara tankinn fyrir ykkar. En þetta er svolítið langt í það en teipur maður. Það er orðið stutt bílið hérna á milli þeirra. Styttist í það að Kári getur bara að fara að fókusa á hraðasta hring, hraðasta hring, þannig að enginn muni taka hann út. Sérstaklega ekki Halli. Hann er hérna alveg í slipstreaminu, hann Skeiri sko. Já. En þegar menn eru svona jafnir þá er mjög erfitt að taka fram úr. Það er það. Hann þarf hann á að smeygja sér á innri línun einhvers staðar. Sérstaklega þegar þeir bremsa allir alltaf á saman tíma. Og verður einhvern veginn eiginlega að blokka hann á þess að skemma fyrir honum. Skeiri náði betra exitið hérna, en ekki alveg nóg til þess að geta tekið innri línuna í þessu beygju. En hann nær sínum með betra exitið hérna líka. Og er alveg raskat á hann núna sko. Hann getur reynt að taka innri línu, já hann tekur innri línuna. Ja, þetta er ytri línan. Þetta er innri línan hins vegar á næstu beygju. Já, ég er að tala um það. Hann er kominn fram úr. Valdimar alveg að hann, Team Gasu að ráðast á Skeira hérna. Já, Skeiri bara stinga Team Gasu af sko. Nei, samt ekki, hann er ekkert að gera það. Kári komið 3,5 sekúndur fyrir fram að Þorsteinn. Ég ætla bara að vona að chicane taki hann ekki út núna. Kíkjum hérna. Nei, hann er bara að taka þetta rólega. Hann er ekkert að slá tíma neitt. Já, hann er nú samt komið með besta tíman. Þetta er staðan. Skúli, tæpur maður. Þetta er staðan sem við erum vanir að sjá hérna. Já, ég myndi segja það. Kári í fyrsta sæti Skeiri aðeins og bara utan í að stinga. vegginn. En hann næði samt að halda. Já, ég held að Hannes þurfi nú að fara að pitta. Það er samt sko, ef hann er að halda þessu út í 7 hringi í viðbót, það er nú svolítið tæft sko. Það er tæft sko, þetta er nú þegar að skemma svolítið mikið fyrir hann. Já, það er það sko. Sjáum að hann var að taka hérna 35-36 cirka. Það er núna eiginlega bara stöðut á 37 eitthvað eftir að hann fekk skemmtirnar á sig. Akkurat. Kári í stöðu 35. Já. Fyrir utan þessar 34 sem hann hefur fengið. Og nokkru svoleiðis líka. Já, það eru 2 sekúndur á hvert hring sko, þannig að þetta er fljótt að telja. Akkurat. Og Þorsteinn núna sko í rauninni með gott bil á Skúla líka. Já, hann er mjög vel settur. Kári er bara að taka sama hring og var að taka rétt á hann leikur við. En Jónægir sýnist mér vera að svona vinna hægt og bítandi á Skúla núna. Ok.
Núna sko, þú veist, það er búið að vera svo mikið sem gerðist þetta í byrjuninu á þessu reysi að ég bara man ekki einu sinni hvernig qualifying fór sko. Nei, þetta var... þetta var Halli, Skúli, Hannes. Já, akkurat, þetta var hérna autosendir. Hannes er núna, Halli er náttúrulega, Skúli er 3, Hannes 7, Halli 10. Herri, já, Guffi með fastest lap. Það er hérna ábendingur spjallinu. Hér, sko... Það hefur eitthvað skeið mikið hjá Gumma út af því að það voru 5 sekúndur á milli Gumma og hérna Guffa á hann. Já. Gummi var þess að í 11. Já, hann var undan 5 Damage á, já, það er damage á Gumma. Já, ég sé það. Spurning hvort að þessi Keini hafi eitthvað truflað hann. Er henni ekki of langt frá þessi keininu til að það geti verið? Já, geti hafa gerst að seinasta hring samt. Það skeiði á síðasta ring, hann fór 39 síðasta ring. Áspurning. Pítur Keini í Kára í kvöld? Já, það er góð spurning. Það er náttúrulega mikið eftir á þessu reysi. Ég ætla að fá action sko. Já, ég ætla að fá svolítið action í reysið. Já. Og dekkin úr í slítið og svona og það er ekki alltaf hægt að ná þessu rétt sko. Já, þetta er sama og ég var á stóla og gerð sko. Þorsteinn tæpur maður. Já, ég sá það. Það er svolítið byrjar að renna framann. Hvað gerir Skeiri? Hann tekur þetta bara í róleika. Já. Svo vont sko. Já, núna er bara Tingasu bara farnir að slást hérna 7. og 7. sæti. Já. Hannes enda með skemmdan bíl. Það er sko, vont með þessi Keini er að Apexið getur kasta bílunum út allt sko. Já. Gummir í pittinum og laga sinn bíl. Það er svolítið athyglisvert sem ég er að taka eftir hérna hjá Hannesi og Valdimar Matt. Já. Þeir eru báðir með bílnúmer 21. Já, þetta er náttúrulega bara copy-paste, saman bíl sko. Já. Þeir keyra saman fyrir einn ökumann. Já, ok. Nei, maður ekki hvernig það var í gamla þetta. Eitt bílinn aðeins tjúnar en hinn, það er sama númer á þeim báðum. Já. Qualifyða bara öðrum og svo reysa á hinnum. Valdimar að reyna að finna staðinn til þess að taka fram úr Hannesi. Það er að tefja Hannes alveg rosalega að vera með skemmdan bíl. Damage. Það er það. Svo er Valdimar svolítið að keyra eftir línunni hjá Hannesi. Hann alltaf veit ekkert endilega að sé damage á bílunum hans. Já, hann náttúrulega líka er að reyna að halda í slipstreamið. Spurning hvort það verði. Já, það verði. Hérna stingur hann sér innri. Já. Hann blokkar hann. Team Racingin. En þetta er alltaf að Hannes allavega er ekki að tefja með damage-inu. Valdimar kominn hérna upp í 7. sæti. Það er hver maður fyrir sig. Það er ekkert skiptir engu máli að setja í liði, sko. Það er bara hver maður fyrir sig. Þið fáið jafn mörg stig fyrir liðið sama hvor er í 7. og hvor er í 7. Reyndar. Ætlar enginn að fara, veitu, Gummi er bara í pittum, hann er bara að slaka á. Það er svoleiðis. Hvað segir, ætlar enginn að fara að keyra á hans á nutta sér kynið hans. Skúli er búinn að minnka bilið í Þorstein hérna, komur undir 3 sekundur. Já. Hann er búinn að auka bilið í Jónægir. Skúli er líka að setja það sinn besta tíma. Aftur. Halli líka að setja sinni í besta tíma. Æsmann líka. Þeir eru orðið svolítið dreift núna. Já. Sko það er ekki langt í að Hannes og Guffi fara að hafa það fínt. Við lendi Kári í ykkur eða? Ég segi að Þorsteinn er búinn að vinna næstu í sekundu á hann. Já, meinar. Herru.
Hver var þetta? Var þetta Skeiri? Þetta var Skeiri. Hvað? Skeiri Nei! tók Skeira út. 7. Já, það var hann komið skemmt núna. Misti báða Gazoo Racing gæðina fram með sér. Og Halla bara beint fyrir aftan. Þarna fer Hannes í pit. Hannes fyrir pit. Skeiri heldur áfram. Hannes var komið, já, Hannes var alltaf með damage fram. Já, hann er búinn að vera með damage lengi, sko. Það Halli náði fram úr Skeira. Jeps. Og heldur bara áfram að sækja hérna og reyna að ná Valdimar þá. Eina sem það sem svo vont með dekkinni og með skemmdan bíl, með ónýtt dekk, það nefnilega oft með skemmtu dekki þá það downforce sem nær samt að halda gripi. Ef það ekki með downforce og ekki með dekkin, það eiginlega bara óleik, sko. Já. Svo myndi Halla taka fjólubláðan fyrsta sektor. Og búinn að vinna alveg vel á Valdimar á þessum eina ring, sko. Hann var meira en sekundu fyrir aftan hann byrjunin á ringnum. Hann er búinn að sko vinna 2 sekundur á Skeira og að vera bara, já, hann bara alveg vera komin fram úr hún á Valdimar, sko. Já. Ég aðeins að fylgjast með bensinni hjá strákunum. Já. Það allir með sirkabát aðeins minna en hálfan tank. Þegar ég var að liga mér, þá stóð ég geti tekið 16 hringir á bílum. Þeir eru á 15 hringir með nóg eftir. Já, þú er náttúrulega með mjög þungan fót. Það gæti passa, sko, en ég keyri með puttunum, en ég held alltaf að það myndi skána, sko. Já. Sjá. Það allir klín í gegn. Halli hérna sýnst mér vera að taka 5. sætið. Styttist í hans og Guffa. Ísendur T2. Sko Halli... Slást hérna. Já, Halli tók hérna 5. sætið. Það var bara mjög sannfærandi. 4 sekundur myndi Þorsteinn og Kára núna. Skeiri heldur áfram hérna, hann ætlar ekki ennþá að fara í pitinn. Hannes kemur út í 10. sæti eftir þetta, eftir pitstoppið sitt. En þá er spurning hvort að hann ætlar bara að láta þetta duga út restina af reysinu. Og reyna að taka ekkert annan pitstopp. Með að við bensínu þá ætti að vera hægt, sko. Já, og líka sko ef þetta tekst vel hjá honum, sko, það eru allir eftir að pitta hérna fyrir ofan hann, sko. Já. Nema að GT Iceman hefur væntanlega lent í ykkur að fara í pitt. Guffi reyndar, það er ekkert langt síðan að Guffi pittaði, en hann hefur ekki tekið bensín, þannig að hann þarf að pitta aftur. Já, en Guffi er líka fyrir aftan hann. Já. Ég er að horfa að skúla hérna aðeins og setja í beiguna. Það er bara lengi spilið hérna á milli 1., 2. og 3. Halli er komin í 5. sæti. Já, þegar hann tók fram úr Valdimar. Vel gert. Núna fer Jónægir í pittinn. Og GT Iceman og Valdimar fer fram úr honum Skeira. Það eru... Geiri er með ónýtt vinstra afturdekkk. Já. Nei, hann er með... með... Hann er Chicane King. Ekkert vissin. Guffi eftir honum. Ekkert vissin. Sjá, hvar kom Jónægir? Já, Jónægir kemur út hérna í 8. sæti. Úr pittinu. Já. Bara 2 sætum á undan Hannesi. En samt alveg 20 sekúndum. 20 sekundur en 20 sekundur 1 chicane. Þannig að maður fæði varlega. Jú. 1 chicane getur kostaði miklu meira en 20 sekundur, sko. Nei, heyrðu byrju. Nei, vá. Bara snúa bílinn við, tekur 20 sekundur, sko. Já. Hitti 15 pluss viðgerinn. Já, Jónægir er að sækja hérna á Skeira, já, tekur bara fram úr honum. Það er næstu í hálf mínúta frá 1. í 4. sko. Þá fara hérna 3 efstu í pittinn, allir á sama tíma. Spurning hvað Halli gerir, hvort að hann beila á það og
Núna er Kári reiknivélin í gangi í hausnum á honum, hversu mikið bensín þarf hann til að komast í gegnum endamarkið á gufunum. Segðu, Hann Halli er allan að koma á sinn stað. tekur bara 3/4 tank sko. Þessi Skúli, já, hann tók jafn mikið bensín. 4 mínútur í fjórða. Og Þorsteinn, hann tók jafn mikið bensín. Þeir tók allir jafn mikið bensín. Valdimar í puttunum, Skeir í puttunum, Kjassir í puttunum. Hann er settur áfram. En það er allavega Halli og Kári. Já, það er spurning hvort að Halli ætlar að blokka Kára eða bara leipa honum fram úr. Nei, hann leipur honum ekki fram úr býst ég, sko. Ég held að sé að fara að tæmatæk á því hann er miklu minna bensín, sko. Það er liðlega dekk, en Kári náði þeim að sjá. Fylgjast með þeim í gegnum Chicane of Wonderlandina. Já, það er náttúrulega ætti Kári að geta tekið töluvert hraðar í gegnum það, sko. Já. Vá, Þorsteinn tæpið maður. Kemur aðeins hraðar út úr þessu. Manstu á þegar ég sagði að það væri hálf mínúta á milli fyrsta og fjórða sæti? Já, Það er núna fyrsta og sjöunda sæti. já, það er pitstoppinn, sko. Pitstopinn. Núna fer Kári örugglega að fara að taka fram úr, sko. Kýma þess inn í bílinn til hans. Ég sýnist eina aðal bardagan vera bara fyrst og annað. Já, það er samt í rauninni engin bardagi þannig séð sem að Halli á eftir að fara í pittin. Það er reyndar. Skúli er að setja sinni einn besta tíma. En eina góða við að hafa Halla þarna frammi er að hann er að, myndi ég segja að þannig sé fyrir Kára. Nei, ég segi nú ekki fyrir, hann er að fara miklu. Já, það er nú svo sem bara mjög jafnt bílið búið að vera á milli þeirra, sko. Já, hann er kannski að tefja frekar Kára á eftir þegar hann er komið með meiri slitin dekk. Þá geti Þorsteinn og Skúli náð nær Kára, sko. Já, geti gerst. Æsmann er reyndar alveg aftan á Skúla. Þorsteinn aftan á honum. Svo 20 sekundur í Hannes. Já, Kári er ekki að ná að taka fram úr Halli. Svo er aðeins spurningin. Heldur Er áfram. kannski að Halli að, já, ég er að spá hvort að Halli sé að hjálpa honum lengur áfram, sko. Já, ef hann Hvort er að að Kári sé að bara, gefa Nota honum slipstream, slipstreamið, sko. Það er málið, sko. já. Ég er náttúrulega Halli með miklu léttari bíl en allir þeir. Já, nema náttúrulega Æsmann, hann er á guðunum. Kári er allan að setja sinn eigin besta tíma. Guffi enda með besta tíma, sant? Í Já, reysinu. já. Hann er bara að setja Kári bara að bæta sinn eigin tíma, sko, hann er ekki að fjólfa á. Nei, ég sá það. Það er verið að taka undir í sig hún Eva segir inn í spjallinu aldrei að gefast upp. Ég er nú að taka undir það. Segðu. Ég er alveg sammála því. Ég hélt allan tíman í Manstu vonina hvað sæt? þegar ég var að Já. keppa þarna í gær að einhver myndi gjörsamlega slátra sér á chicaneinu, sko. Manstu hvað sæti Halli datt niður í? Var ekki 10. Jú, var það ekki? 41 sekúnda. Allan á fyrst heip. 10. eins og er, sko. Það er lítið að marka það. Sko, þetta eru 20 sekundir cirka, en ef hann fer inn í pitti núna þá kemur hann út svona 7. myndi ég giska á.
Já. Þarna kom þetta. Kári núna hérna, já, Halli satt með innri, nei, Kári tók þetta. Iceman í pit. Iceman með 4% eftir. Og Halli kom inn á ljósið hérna, ætla ekki að nýta slipstreamið þennan seinasta hring áður en hann fer inn í pittin. Já. Hann gæti verið góður liðsfélag og myndi stoppa aðeins Þorstein. Bara breakchecka hann einu sinni, skilju. Já, en þeir eru ekki í liði, þannig að... Nei, það er svona nær Skúli, nær Þorsteini. Já, þú meina það. Engin með damage nema Jú Guffi, hann var klárað að damage sitt. Hann lítur á að fara í pitti núna hann Halli, sko. Það verður fróðlegt að sjá hvar hann kemur út úr húnu, sko. Já, ég myndi segja 0,7. Hann kemur út í 5. sæti. Já, heldur þetta verði það stutt pitstop. Það er 30 sekúndur í Anso og hann er 30 sekúndur í Hannes. Nei, 13. Nei. Cracked up er í... Já, Hannes, já, fyrir ekki, Já. já. Sko, Hannes er núna í... Já, hann heldur 5. Já. Já, þarna fyrir hann að stað. Já, hann er rétt svo heldur 5. Jæja, hérna... Skeir og Iceman er líka 8. og 9. Þeir eru eitthvað aðeins að nákast. Það er ekki búið að vera gott að reisa á Guffa, hann er bara hérna... Nei, því miður. Mínútu og eftir Kára. Er Skeiri að sækja á Iceman eða var Iceman að taka fram úr Skeira? Ég er ekki alveg klár að það. Skeiri er með 14 tíma, hann er virkilega að sækja á Iceman. Já, ég sá það, 1,4, sem sagt 0,14, fjórubláðan sektor. Herru, Þorsteinn búinn að taka besta tíman af Guffa. Úff, vel gert. Og Kári núna. Vel gert, strákar. Iceman er að setja sín eigin besta tíma. Skeiri er komin alveg... Já, Skeiri er líka að bæta sinn eigin tíma heila sekundu, sko. Hann getur notað slipstreamið núna. Já, hann getur gert það. Mun hjálpa honum helling, sko. Já, það er spurning hvort hann náði besta tímanum. Já, það er fróðlegt að sjá. Næstu því. Bæti sinn tíma, Nei, sinn ekki besta næstu. tíma sekundu, sant? Og... En allan hann... Nei, vá. Nei. Þetta er... Þetta skemmtir svolítið fyrir honum annað. Já, það er alltaf að sækja aftur á hann. Jú, hann getur aldrei áfram að reyna. Svolítið gróft að reyna að fara þarna ytri beygina þarna. Innri í hröðu beygina. Svolítið erfitt að stundum átta sig á hvar hinnir eru í þeirri beygju. Já, ég er alveg saman með því. Ég tek undir með því. Besti tíminn hjá sko Skeira og besti tíminn á Kitty Iceman, það er alveg munur þar á milli, það er 0,4 sekundur. Allan af því, nei, jú, þetta er besti tíminn hann 20. annar hjá Kitty Iceman. Guffi alveg með kassa aftan á sér. Já, hörru, Guffi búinn að græða sæti. Hann var... Já, var hann fyrir aftan kassa? Já, hann var í 11. sæti á hann. Já, ok. Ég er ekkert að sjá neitt chicane vandamál hérna.
Hvað er að gerast í strákunum okkar? Keyra of vel. Já. Góður kappakstur en ekki nógu mikið að tala um. Nei. Koma svo strákar, let's go. Skúli búinn að sækja svolítið á Þorstein. Hann var 4 sekúndur fyrir aftan áðan, hann er núna 2,5 rétt rúmlega. 2,5 til 3. Það er allavega klárt mál að enginn af þessum gaurum hérna að læra að keyra í Grand Theft Auto. Nei. Kári kominn með sitt bara næstu í 6 sekúndur í forskott. Hann er bara í þægindastólum að hafa það næs. Já. Skúli og Halli allavega, þeir eru allavega ofalega. Halli er náttúrulega bara frábær fórustæði á Halli. Eftir að hafa náð aftur svona svakalega upp. Já, hann átti ekki gott start í þessu reysi. Fyrstu hringirnir voru góðir sko, en lendir síðan í smá hrakföllum á röðu S-beginni. Já, Hannes misti 3 eða 4 fram úr sér. Já, þeir tveir eru búin að ná helviti góðu comebacki sko. Já, mjög. Oft er það þannig að þú dettur lengst niður þá hugsar ég að ég hef ekkert að missa, þannig að þá færðu bara í bokkir og þeir sem að hafa eitthvað að missa, eins og Kári, hann ætlaði að setja núna fjólubláðan tíma. Já, það er svoleiðis. En það er svolítið þannig að þegar menn hafa ekkert að missa, þá eru þeir bara í maxinu. Já. Pældi ég hvað það væri nú skemmtilegt reis ef þeir hefðu verið með jafn close reis allan tíman eins og það væri í byrjuninni. Já, segja þess að ég er að horfa núna, tíminn er ekkert eitthvað að minnka allt of mikið. Ef við væru bara allir að keyra saman, alveg eins, þá erum við bara góður. Kári reyndar að stunda fyrsta sektor, Já, hann er ennþá á fjólubláðan sektorsæði. Fyrir ekkert smá smooth í gegnum S-beginnar. Þorsteinn ekki nógu smooth. Rensaði mikið. Það er að vera komin 1,9 sekúndur á milli Þorsteinn og Skúla. Já, það er bara svoleiðis. Það er að sjá. Já, bætir besta tíman. Vel gert. Þá skulum við sjá hvort að Skúli fer eitthvað að sækja meira á Þorsteinn. Halli hann er svolítið að fara að þurfa að handa Hannes yfir bakvið sig. Já. Hannes er allavega að setja sinn eigin besta hring rétt á hann. Jónas spyr Og aftur sinn eigin besta tíma. Jónas spyr hvernig staðan er í liðakeppninni í TR1. Ég ætla að kíkja snöggvast á riðilinn þar. Ég læti vita að eitthvað keyrir chicane niður. Staðan í liðakeppni er þannig að í fyrsta sæti er G&K Racing, það eru Kári og Guffi. Já, Guffi og Kári. Cracked up left a room. Wow. Hopp og sí. Við erum komin niður í 11 keppendur. Byrjum með 13. Já, allavega Guffi og Kári Racing eru í fyrsta sæti með 371 stig og Team Autocent er í því öðru með 283 stig. Þeir eru í góðri stöðu Team Autocent er í 3. og 4. sæti í að fá góð stig. Biko Racing er í 3. sæti með 270 stig. Núna erum við með annan Biko Racing Jón Valdimars í 7. sæti og hinn DNF
Hvort að hann hafi dottið út af internetvandamálum eða á sjálfstæðum, það er erfitt að segja. Það er að segja, það var allavega ekkert chicane sem hann var inn í, sýndist mér sko. Og síðan er það Toyota Gazoo Racing, 232 stig. Og þar eru þeir hérna Hannes og Valdimar í 5. og 7. sæti. Og F1 á Íslandi, það er hann Guðmundur Orri. Hann er ennþá í pittinum. Búinn að vera þar síðan í 11. Hann er bara að horfa á formúluna. Og hérna, hann er með 46 stig í liðakeppni. Kári heldur í sannfærandi forystu hérna og bæði í þessari keppni og líka í hérna stigakeppninni. Hann er með 236 stig og næsti fyrir aftan er með 183 stig. Þannig að það er alveg næstu 60 stig þarna á milli. Og Jónær er í öðru sæti og hann var að DNF-a núna. Já. Ég keyri þetta allt og hægt. Við erum að fá action, let's go. Nei, ég keyri náttúrulega mjög hratt sko, en bara ekkert að gerast sko. Hérna er bara langt á milli allra. Það er reyndar alveg smá fight hérna, virðist vera að koma hérna milli GT Iceman og Valdimar Matt. Já. Guffi búinn að stytta bilið niður í hann skeira alveg niður í 7 sekúndur. Og búinn að bæta bilið í kjassa 11 sekúndur, en bara nýbúinn að taka fram úr kjassa í rauninni. Já. Eða nýlega. Já, nýlega, já. Iceman er að segja vel á Valdimar. Já. Það virðist vera aðal svona fætið hérna aftarlega í sætinu. Ég held að sé að koma með hann varlega sko. Fínt comeback eftir það. Mér minnir að Valli hafi verið eitthvað aðeins að dansa á Monza. Og kannski mögulega að keyrt hann smót af. Já. En ég manna ekki nákvæmlega. Jæja, hérna er nú eitthvað að fara að gerast í chicaneinu. Það hérna GT Iceman er komið innan við sekundu fyrir aftan Valdimar sko. Það er enginn með damage. Nei. En dekkin er að slapna hjá þeim, þannig að við erum að gess góðir. Já. Það lítur nú að fara að koma einhver framúrakstur hérna sko. Þetta fílaði. Já, í chicane, í miðju chicane, let's go. Hvernig er þú að horfa á eiginlega? Ég er að horfa á Iceman. Já, ok. Það er ég líka. Iceman fór 1,1 sekúndu hraða síðasta hring heldur en Valdimar fór og hann nær þessu beygju miklu betur en Valdimar. Já, Og nær betur allavega í þetta skipti. Og líka á hann alveg svona 0,4 sekúndum á hann, bara þar. Ég er þetta sé ekki þegar Valdimar er að bremsa. Hörru, nice, vel gert, let's go. Action. Let's go. Þetta var sannfærandi framúrakstur. Svona stakk sér soldið þarna. Já, hann bara láta hann vita að hann væri mættur. Já, en Skeiri alveg bara á klaka hérna í gegnum chicane. já, Guffi kom inn sko 5 sekúndum frá skeira. Það var 7 sekúndum bara í seinasta hring eða þar seinasta. Hann ætlaði að setja sér negin besta tíma
var alveg 1,5 sekúndu hraðari með síðasta ring. Já. Það er spurning hvort að Guffi nái á þessum 5 ringjum sem eru eftir að hann ná Skeira og taka fram úr honum. Já. Skeiri náttúrulega er líka að sækja á Valdimar. Hann er að gera það sko, mjög vel líka. Jón Valdimars virðist vera búinn að bara, já, hann er kannski ekkert að stinga neitt Valdimar Matta af sko, en Já, hann er alveg búinn að ná 1,5 sekúndu frá honum. já, það bara eykst spilið. Nei, 1,7. Og stytti spilið frá Skeira í Valdimar. Já. Hann alltaf, Valdimar er á mjög slöppum dekkjum miðað við allavega Iceman og hann er með aðeins verri heldur en Skeiri. Já, en svo sko ef að Skeiri er að fara að berjast í Valdimar hérna eftir smá stund, þá er það svolítið gott fyrir Guffa ef að hann vill reyna að ná þeim sko. Akkurat. Þannig að það geti komið sér vel fyrir Guffa ef að Skeiri nær Valdimar. Já, Guffi er allavega ekkert að slá af sko. Nei, hann er enga Góð ástæðu til dekk, þess. lítið bensín. Ætla Kára ekkert að vera að taka eitt chicane fyrir okkur núna? Hörðu, hann klösti? Nei, ég ætla bara að gátt að myndi virka. Þú ert rosalegur. Kannski missar hann næstu beygju. Nei, ég ætla að láta að vera. Ég ætla að láta að vera. Það er ljótt. Þú ert bara að reyna að ná honum út af. Skeiri hefur átt lélegan ring hérna núna. Guffi er komið 3,5 sekúndum fyrir aftan hann og hann er búinn að missa Valdimar svolítið frá sér. Já. Ætli þeim leiðist ekkert að keyra bara einu alltaf það? Nei, ég held að það sé nú ekkert leiðilegt að keyra þetta. Sko Nei, bara að vera svona einn. Þeir eru náttúrulega sko, þeir eru náttúrulega að berjast við tímann, sko. Þeir eru það. Skeiri núna að fara hann að sækja hans á Valdimar aftur. En Guffi heldur áfram að sækja á Skeira. Guffi er verið búinn að minnka bilið niður fyrir 3 sekúndur, bara mjög stutt í það. Mér fannst Kári verið að fara svo rætt, svo sagði hann 0,3 frá besta tímanum sem er samt bara mjög gott sko. Já. Guffi hefur hérna 3 ringi, dæpa, til þess að ná Skeira. Heyrðu, yellow flag. Nei, Valdimar farinn út af. Hver? Nei. Missir fram úr sér Skeira og Guffa. Já. Og er það komið niður í 9. sæti. Það lítur nú ekki vel út fyrir hann að ná að koma sér út af þessu. Nei. Hann slappið damage sýnist mér. Vá, hvað hann er sem er slöpp dekkgreið. Já, Hannes pittaði náttúrulega svo snemma. Hann gerði það, já. Út af því að hann var með skemmtirnar þarna. Já. Já, bara næstu í 8 og svo 6 sekundur hérna í toppsætunum á milli þeirra, sko. Það er eitthvað mikið að gerast þess að staðan á toppnum breytist eitthvað. Já, Valdimar snerti aðeins vekk en ekki damage. Keyrir líka mjög hægt í chicane. Það var bara hvort að Guffi nái að sækja á Skeira. Það er unni það sem að hefði getað hjálpað Guffa mest væri ef að Skeiri hefði náð Valdimar og farið að berjast aðeins við hann, en Já. byrjaði á næst seinasta ringnum. Þannig að Guffi hefur 2 ringi til þess að
ná skeira en hvort að það muni gangu upp, það er erfitt að segja. Það er að segja. Kári á lokaringnum 7,8 sekúndum á undan Þorsteini. Kominn á ljósið. Það byrjar að blikka ljósið á Iceman síðu. Iceman? Öllum. Já, það er bara, það virðist vera allt útreiknað hjá þeim öllum hérna sko. Það er kannski allir komin með sömu formúlu og Kári og klára þetta bara á guðunni. Þeir eru búin að vera að fylgjast með honum, sýnist mér. En það er eitt sem ég er ekki nú ánægður með, sko. Það náði enginn 1.33. Það er besta tíman 1.33. Nei, já, það er endur eitt þér. Þeir Kári að fara í gegnum Death Chicane í seinasta sinn. Hún tókst að fara... Það gerir það smurt. Hún tókst að fara 34 sinnum í gegnum þetta án vandræða. Það var bara næstu því að fara að hringa seinasta bíl. Já. Það er enginn að taka svona finishing move á Chicane hérna. Halli tekur eitt fyrir okkur, let's go. Hérna kemur Kári í gegnum endamarkið í fyrsta sæti. Flottur og sannfærandi sigur. Þorsteinn kemur hérna strax á eftir honum, 8 sekúndum eftir honum í öðru sæti og svo Skúli hann kemur hérna í þriðja sæti, það var top 3 allir pódiums komnir, 15 sekúndir í að Halli fari í gegnum endamarkið, hann er að taka hérna seinustu beygina. Fjórða sæti komið í eignin og Hannes 8 sekúndum þar á eftir, hann nú eftir að klára bara beinakaflan. Guffa og Skeiri alveg 0,6 sekúndur á milli þeirra. Já, er það? Duði ekki fyrir Guffa. Já, herru. Valdimar tók þetta fyrir okkur, vel gert maður, 9. sæti. Tók Chicane hérna. Eitt klassíku. Hérna Demmis að kemur framan. Jón Valdimars í gegnum endamarkið í 7. sæti, Skeiri og Guffi hérna koma saman í 7. og 8. Og Valdimar með Demmis að framan eftir eitt stykki Chicane. Kemur hérna í gegnum markið í 9. sæti. Og þá er hann bara kjass eftir að klára. Hann er með skemmta framan líka. Já, ætli hann hafi bara ekki farið á Chicane. Er það ekki vinsælt í kvöld? Ekki núna, samt sýndist mér. Jú, ætli ekki, nei. Erfitt að segja. En þá kemur hann hérna í gegnum endamarkið í 10. sæti og þá er þessu reysi lokið í rauninni. Byrjar nú bara tíminn að telja niður þar til Guðmundur Orri verður að klára pitstopið. Já. Hann ætla að hætta á 11. hring. Já. En þetta er þá niðurstaðan í þessu reysi. Það er svo sem ekki mikið við því að segja núna. Við vitum ekki af hverju Guðmundur Orri stoppaði í pittinum. Já, Hlynur náttúrulega lífaði og Þorsteinn eftir honum. Nei, ekki Þorsteinn, þarna Jón Valdimars. Já, og fara hans yfir chatti hérna. Já, veist að Hilmar, ég veit ekki af hverju Jón hætti. Hann bara datt allt í henn út. Já, spurning hvort það hafi verið netting í. Já, ég sá ekki hvort hann hafði lent í einhverju þarna undan eða hvað sko. Hann bara, það var góð keppni hjá honum og svo datt hann út. Já, akkurat. Svo er bara að fylgjast með hérna Kára, hann er bara að vera að fara að ringa hérna á autodræfinu. Gassa. Já. Já, en þá held ég að þessu bara lokið í kvöld og við óskum bara Kára með 1 annað sigrið. Já,
Það er nú alveg gaman að tala um það. Kári er búinn að vinna af þessum 13 keppnum þá var hann búinn að vinna 7. Já. Jæja, fastest lap, clean races, up 4 positions. Þetta var klárlega keppnin hans Kára. Við óskum honum klárlega til hamingju með Innilega. sigurinn. Og þökkum ykkur áhorfendum kærlega fyrir áhorfið. Endilega þeir sem hafi áhuga á að kynna ykkur GTS Iceland og þekkið ekki til ennþá að kíkið þetta á síðun okkar gtsiceland.com og jafnvel á Facebook-grúpun okkar GTS Iceland umræðuhópur. En ég ætla bara að segja þetta gott í kvöld. Ég þakka kærlega fyrir mig og takk fyrir að vera með mér hérna, Birgir. Já, takk sem leiðis bara fyrir mig. Og við sjáumst á aftur eftir 2 vikur. Verið sæl.